Það eru 11. Þá er það annar liður á dagskrá breytingar í nefndum. Stjórn Akureyrarstofu lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í stjórn Akureyrarstofu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir verði aðalfulltrúi í stað Evu Hrundar Einarsdóttur. Orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Komið að 3. lið á dagskrá breytingar í nefndum. Skipulagsráð. Lögð fram tillaga D-lista breytingu á formennsku í skipulagsráði. Þórhallur Jónsson D-lista verði formaður í stað Guðmundar Baldvins Guðmundssonar B-lista. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það eru 11. 4. liður á dagskrá, það eru breytingar í nefndum. Frístundaráð. Lögð fram tillaga D-lista breytingar á skipan fulltrúa frístundaráðs. Eva Hrund Einarsdóttir verði aðalfulltrúi í stað Berglindar Óskar Guðmundsdóttur. Eva Hrund verði jafnframt formaður ráðsins í stað Önnu Hildar Guðmundsdóttur L-lista. Orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefur merki. Það eru 11. Þá komur að 5. lið á dagskrá breytingar í nefndum. Umhverfis- og mannvirkjaráð. Lögð fram tillaga B-lista breytingu á skipan fulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráði. Tryggvi Már Ingvarsson verði varafulltrúi í stað Ingibjargar Ólaf Ísaksen. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefur merki. Það eru 11. Þá komið að 6. lið á dagskrá. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki nr. 14 fyrir fjárhagsárið 2020 en hann var lagður fyrir bæjarráð 1. október síðastliðinn. Viðaukinn er vegna uppfærslu áætlunarlíkans miðað við ársreikning 2019 en hingað til hefur verið notast við útkomuspá þess árs. Þetta hefur í för með sér lítilsháttar breytingar á rekstrarreikningi þegar kemur að afskriftum og fjármagnsliðum og efnahagsreikningi þegar kemur að stöðu eigna og skulda. Þetta er líka vegna aukinnar lántöku í aðalsjóði. Þarna erum við að færa inn 3 milljarða lántöku sem við erum þegar búin að samþykkja í bæjarráði og kemur þarna inn í áætlunarlíkanið og inn í fjárhagsáætlun og eins erum við með tilfærslu áætlaða lántöku og fasteignum Akureyrar yfir í eignasjóð gatna 120 milljónir króna. Þetta er lagt fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þennan viðauka, gefur merki. Það eru 11. Þá koma næsta lið á dagskrá, Hlíðarfjall gjaldskrá. Og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komið til umræðu 5. liður í fundargerð bæjarráðs dagsettri 17. september síðastliðinn. Þar sem lögð var fram tillaga stjórnar Hlíðarfjalls á gjaldskrá Hlíðarfjalls með gildistíma frá hausti 2020 til haust 2021. Bæjarráð samþykkti gjaldskrána með 5 samhljóða atkvæði með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Eftir þann fund komu fram ábendingar frá starfsmönnum Hlíðarfjalls og fundaði stjórn Hlíðarfjalls í framhaldinu og gerði fáeinar breytingar. Mig langar því að fara yfir gjaldskrána í stórum dráttum. Við reyndum að einfalda hana þó nokkuð frá því sem áður hafi verið og teknir voru út 4, 5, 6 og 8 daga passar. Þá er gerð tillaga að 2, 3 og 7 daga passar séu samfelldir. Tillaga er að áskort þar sem 4 aðilar geta keypt sér saman sem á afslátt til eldri borgara sé tekin út. Gert er ráð fyrir hóflegum hækkunum almennt og í örfáum tilvikum verður gjald lækkað. Þann 28. maí síðastliðinn samþykkti bæjarráð að veita 30% afslátt til þeirra sem hefur keypt áskort í lyfturnar síðastliðinn vetur með þeim skilyrðum að nýtt kort yrði keypt fyrir 15. október. Stjórn Hlíðarfjalls leggur til að sá tími verði lengdur til loka nóvember. Síðastliðin ár hafa verið gefnir afslættir til þeirra sem hafa keypt áskort í október og stjórnin leggur þá til að þessi tími verði framlengdur sömuleiðis til loka nóvember. Að síðustu leggur stjórn Hlíðarfjalls til að veittur verði sérstakur COVID-afsláttur á öllum barnakortum og að verð á þeim verði næsta vetur einungis 7.000 krónur.
Þessi gjaldskrá er þá hér með lagt fram til samþykktar og umræðu. Og já. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóð, þeir sem getur samþykkt framlagða gjaldskrá gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá er komið að 8. lið á dagskrá, það er samstarfssáttmáli bæjarstjórnar Akureyrarbæjar og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þann 22. september síðastliðinn tilkynntum við í bæjarstjórn á blaðamannafundi í Hofi að við hefðum ákveðið að leggja niður meiri og minnihluta og starfa saman í nokkurs konar samstjórn til loka kjörtímabils. Send var út fréttatilkynning þar sem fram kom meðal annars, með leyfi forseta, að markmiðið væri að mynda breiða samstöðu vegna sérstakra aðstæðna í kjölfar heimsfaraldurs og í rekstri sveitarfélagsins. Ákvarðanir sem teknar verði munu hafa áhrif á rekstri til langs tíma og telji kjörnir fulltrúar farsælast á þessum tímapunkti að standa saman. Jafnframt segir í tilkynningunni með leyfi forseta. Helsta ástæða þess að bæjarstjórn telur þetta raunhæfan kost er að mikill samhljómur er í grundvallarstefnumálum allra kjörinna fulltrúa við núverandi aðstæður. Þau eru að verja viðkvæmustu hópa samfélagsins, setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang, blása til sóknar á íbúa atvinnumarkaði og stefna á því að rekstur sveitarfélags verði sjálfbær innan 5 ára. Sú sviðsmynd sem blasir við í rekstri sveitarfélags er áður óþekkt, að hluta til tímabundið ástand að ræða og eru kjörnir fulltrúar sammála að taka lán og nýta þannig hagstæða skuldastöðu bæjarins til þess að mæta dýpstu lægðinni. Þrátt fyrir lántöku er óhjákvæmilegt að grípa til hagræðinga til þess að ná sameiginlegu markmiði sjálfbærni í rekstri. Tilvitnun lýkur. Heimsfaraldur COVID-19 hefur sett okkur í erfiða stöðu sem þarf að takast á við. Strax í upphafi faraldursins tókum við bæjarfulltrúar höndum saman, fundum reglulega, fórum yfir stöðuna og tókum sameiginlegar ákvarðanir. Nú stöndum við frammi fyrir efnahagslegum afleiðingum faraldursins, tekjufalli og auknum launakostnaði og verðum að hugsa út fyrir boxið til að takast á við verkefni með farsælum hætti. Þetta er síður en svo einfalt verkefni og einmitt þess vegna teljum við mikilvægt að ná breiðri samstöðu. Bæjarstjórn lagði fram samstarfssáttmála samhliða þessari breytingu þar sem fram komu helstu áherslumál og verkefni framundan. Ég ætla ekki að fjölyrða þær aðgerðir en tel mikilvægt að það komi fram að öll erum við sammála að verja grunnþjónustuna bæði við börn og viðkvæma hópa. Við gerðum líka með okkur samskiptasáttmála þar sem við leggjum línur í samskiptum okkar á milli. En þar er lögð áhersla á og viðurkennt að traust og gagnkvæm virðing er grundvöllur samstarfs okkar í bæjarstjórn og áhersla lögð á að við eigum í hreinskiptum samskiptum sannfæringu okkar. Það sem einna mikilvægast í þessum samskiptasáttmála er að mínu mati að við ákvarðanatöku þá greiðum við atkvæði í samræmi við sannfæringu okkar, hvert og eitt. Og það er mikilvægt, því að í umræðinni hefur aðeins borið á því að fólk hafi áhyggjur af því að gagnrýnin umræða eða aðhald fari fyrir bí í samstarfi sem þessu. Svo er auðvitað ekki. Hver og einn bæjarfulltrúi þarf eftir sem áður að rýna öll málefni til gagns og fylgja sannfæringu sinni. Hugmyndin samstarf allra flokka í bæjarstjórn Akureyrar er síður en svo ný af nálinni. Það er reyndar svo að það var ekki fyrr en árið 1970 að flokkar mynduðu formlega meirihluta en unnu ekki saman á Akureyri. En frá því að ég tók fyrst sæti í bæjarstjórn árið 2010 hefur umræða að leggja niður meiri og minnihluta oft verið tekin og árið 2013 skoðum við nokkuð ítarlega hugmyndir slíkt samstarf og ræddum möguleikann á persónukjöri í framhaldinu og þá hvort að Akureyrarbær gæti orðið tilrauna sveitarfélag í þeim efnum. Ég hef sjálf alltaf verið skotin í þessari hugmynd og tala fyrir mig. Á Norðurlöndum er til að mynda alþekkt að starfandi séu minnihlutastjórnir og í mínum huga er þetta fyrirkomulag mjög svipað. Við þurfum hér eftir að ná meirihluta í öllum málum sem við afgreiðum. Ef við berum það saman við það sem áður var, það er að segja meiri og minnihluta, þá þurfti í raun bara meirihlutan að koma sér saman niðurstöðu, sem gat þá í reynd orðið til þess að minnihluti kjörinna fulltrúa réði.
Í mínum huga því lýðræðislegra að starfa saman í samstjórn en að skipta okkur upp í lið. Með þessari nálgun skiptir hver kjörinn fulltrúi meira máli og þar með vilji allra íbúa samfélagsins. Það má síðan segja að í því árferði sem nú ríkir sé enn mikilvægara að allir kjörnir fulltrúar komi að ákvarðanatökunni. Þegar ljóst að við neyðumst hreinlega til þess að taka meiri lán en gengur að gerist og skuldsetja samfélagið til lengri tíma. Einmitt þá mikilvægt að við séum samstíga. En eins og ég nefndi áðan þá þessi hugmynd ekki alveg ný á nálinni og bar svo sannarlega á góma við síðustu kosningar og kom svo aftur til tals fyrir ári síðan. Og það einmitt lykillinn að því að við tökum þetta skref núna að mínu mati. Það að við höfum öll haft tíma til þess að melta hugmyndina. Við höfum margrætt hana og nú þegar jarðvegurinn tilbúinn þá höfum við kjark til þess að framkvæma hana. Ég afskaplega ánægð og þakklát fyrir að fá tækifæri til þess að starfa með svo framsýnni bæjarstjórn og þá að taka þátt í þessari vegferð með ykkur. Ég held að við gerum okkur fulla grein fyrir að samstarf verður á köflum snúið og eflaust munum við þurfa að reisa úr ýmsum hnökrum. En það líka í lagi. Við held ég ekkert hrædd við það að gera mistök á leiðinni og höfum reynda nokkur, ég þar með talin aðeins mistið okkur. En ég legg hins vegar á stað í þessa vegferð full bjartsýni að þessi leið sé svo rétta fyrir bæinn okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg fór nú ágætlega yfir í raun og veru forsöguna og það sem að svona í kringu þessa samstjórn okkar hérna á Akureyri. Hins vegar finnst mér kannski rétt að draga aðeins fram sjónarmið okkar í minnihlutanum varðandi þessa þætti. Þau náttúrulega falla mörgu leyti saman við það sem að nefnt var hér að framan að það sé vænlegra til árangurs að við vinnum saman frekar en sundruð. Það náttúrulega hefur verið gagnrýnt af mörgum eða nokkurum að við séum ekki að sinna þeirri pólitík sem við eigum að vera að sinna. Það að segja að veita meiri hluta aðhald að því að við fórum að minni hluta inn í svona samstjórn. Ég held að það sé á misskilningi byggt, það byggt á þeim misskilningi að bæjarstjórn sé nú orðin eins konar saumaklúbbur. Þar sem að við sitjum bara og látum einhvern einn leið okkur áfram einhvern veg. Þetta bara ekki þannig. Við náttúrulega áfram í pólitík, en hún kannski dálítið öðruvísi heldur en þessi pólitík sem birtist til dæmis í fjölmiðlum af Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur, þar sem menn takast orðið á ótrúlegustu hluti sem koma bara hreinlega málefnum sveitarfélagana ekkert við. Við bara ekki á þeim stað. Við ætlum að vera málefnalega í því sem við erum að gera. Við ætlum að fylgja eftir sannfæringu okkar. Við ætlum að taka málefnalega afstöðu til þeirra hluta sem við þurfum að taka afstöðu til og þeir eru margir. Og þegar að bæjarfélag statt á þeim stað sem Akureyrarbær raun og veru staddur í dag, svona miðað við þær aðstæður sem hafa skapast í samfélaginu, þá í raun og veru ekkert val fyrir okkur sem bæjarfulltrúa annað en að stíga fram og axla það ábyrgð sem fylgir því að taka skynsamlegar ákvarðanir sem oftast og helst alltaf. Og við ekki bara að fara að taka erfiðar ákvarðanir sem snúa að því að draga úr kostnaði sveitarfélagsins varðandi ýmsa þjónustu. Við tökum það fram í framtíðarsýninni í sáttmálanum okkar að við ætlum að byggja upp. Við ætlum að efla Akureyri sem bæ og hugsanlega sem borg líka. Við viljum að hérna séu framúrskarandi skólar, framúrskarandi þjónusta, við viljum fjölga atvinnutækifærum, við viljum fjölga fyrirtækjum og það munum við gera og þurfum að leggja mikla áherslu á að gera því að það eitt að skera niður en það líka annað að byggja hérna upp samfélag sem að fólk vill búa í, sem það nýtur þess að búa í og hefur ánægju af að búa í. Og þetta samfélag sem að hefur mikil lífsgæði að leiðarljósi.
að það gerum við náttúrulega ekki öðruvísi en að byggja upp frekar en að skera niður. Og með auknum tekjum þá dregur þetta sjálfsögðu þörfina á því að taka til hendi hvað varðar niðurskurð, ef að við getum talað um niðurskurð. En það sem við erum náttúrulega viljað að leggja áherslu á að straumlínulaga reksturinn þannig að við getum verið að veita sem besta þjónustu með heldur minni kostnaði en við gerum núna. Og það eru til marga leiðir til þess, en það alveg nokkuð öruggt að þær leiðir verða sumar frekar erfiðar. Þær munu taka á og þær verða ekki vinsælar. Og það eins og máltæki segir, sameinaði stöndum vér, sundraði föllum vér. Og það mun að sjálfsögðu reyna á þetta í þessu pólitíska samhengi, en ég alveg sannfærður það að við munum saman komast í gegnum þetta og koma standandi niður í þessari vegferð. En það vakið athygli mína í öllu þessu að þetta vakti mikla athygli í fjölmiðlum og víðar að við værum að stíga þetta skref. En ég svona á tilfinningunni að þetta veki vissan ótta hjá mörgum sveitarstjórnarmanninu sem vill og alþingismannu sem vilja halda í þessa pólitísku sýn að við séum alltaf í 2 til 3 eða 4 liðum. Og svo eigi liðin að vera að berjast. Og það vekur athygli mína að Samband íslenskra sveitarfélaga, sem nú samnefnari okkar allra sveitarfélagana, hefur ekki minnst einu orði á þessa breytingu í bæjarstjórn Akureyrar á sínum vef. Og það þykir mér mjög undarlega afstaða og velti ég fyrir mér af hverju svo er. En það svona kannski lýsir ákveðnu fálæti gagnvart því að við stígum þetta skref og ég held þetta fálæti sé tilkomið vegna ótta við það að menn standi frammi fyrir því að þurfa að stíga svona skref annar staðar. Takk. Gunnar Gíslason lokið málsins, næstur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Höllubjörg fyrir ágæta innleiðingu inn í þetta mál sem að sagði svona meira og minna allt það sem að mér finnst þetta mál. Ég vil koma hérna til þess að segja hvað ég fagna þessu mikið og líka til þess að hrósa í raun og veru fyrirverandi meirihluta fyrir bara þetta hugrekki að gefa frá sér í raun og veru völd eins og bæjarfulltrúi Halla fór hérna yfir í upphafi. Þá bara þetta svona ákveðin galli á lýðræðinu, getur maður sagt. Þetta minna á meirihluta form sem við höfum unnið í, þannig að ég vil bara hrósa sérstaklega fyrir það því að ég veit það að þetta hefur auðvitað verið í umræðinni hjá okkur og þetta hefur líka komið í umræðu annars staðar, en það eina sem að þarf til að láta þetta gerast er að sá sem að hafi völdin sé tilbúin til þess að deila þeim. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að draga það fram og þakka fyrir það og svo sýnir þetta líka okkur hvað er ótrúlega mikilvægt að velta upp hugmyndum, þar að segja hugmyndur sem að kannski eru fáránlegar eða undarlegar þegar þeim er velt upp í fyrsta skiptið og en auðvitað með svona framþróun og svona breytingar að þá þarf þetta auðvitað að gerjast inn í huga fólks og það er einmitt eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg lýsti svo vel það sem hefur gerst hjá okkur og síðan þegar að er lag og kannski aukin þörf til þess að gera þetta, þá erum við tilbúin að því að það eru allir búin að hugsa þetta og þannig að mér finnst það er rosalega gott og ég vil líka bara koma inn á það sem bæjarfulltrúi Gunnar var að tala um að hér er ekki neitt þöggunar eða meðvirknisbandalag að ræða og það er bara algjörlega skýrt í okkar sáttmála sem að við höfum gert, okkar samskiptasáttmála okkar milli, að það er ekki neitt slíkt að ræða og heldur snýst þetta einmitt þetta form að mynda meirihluta hvert einstakt mál og þegar fólk hefur svona velti fyrir sér að því að það eru þetta fólk er að velta alls konar hluti fyrir sér og hvernig þetta birtist síðan í næstu kosningum hvernig fólk að vega og meðtóka gjörðir og þá auðvitað stöndum við bara hvert
fyrir sig með því hvernig við greiddum atkvæði eða komum að umræðinni að öðru leyti. Þannig að mér finnst það bara í mínum huga mjög skýrt. En svo vil ég bara segja að ábyrgð okkar gríðarlega mikið að láta þetta ganga af því að ef þetta gengur ekki upp hér og nú í þessum hópi, þá held ég að verði mjög erfitt ef fyrir einhvern annan að ætla að reyna slíkt til saman. Þannig að við berum gríðarlega mikla ábyrgð á því að gera okkar allra besta til þess að láta þetta ganga og sýna fram á að þetta sé hægt, ef þetta hægt. Og ég vil líka bara aðeins koma inn á það að mér finnst þetta sem við erum að gera, viðbragð við mikilli hættu sem að steðjar að bara samfélögum út allan heim sem uppgangur populisma og svona polariseringar má segja umræðu og pólitíkur. Og þess vegna skiptir þetta svona miklu máli, ekki bara fyrir íbúa Akureyrar að við séum samhent og öll með okkar hendur upp á dekki má segja að takast á við þau verkefni sem eru framöndan, heldur líka bara fyrir samfélag og pólitík allan heim, hvernig á að takast á við þessi vandamál sem heiminu steðja, sem þessi öfgahyggja og populismi. Þannig að ég bara svo glöð og ánægð og stolt af því að vera þátttakandi í þessu. Ég vildi bara segja það. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir umræðum þessi mál og takk bæði bæjarfulltrúi Halla Björk, bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Sóley fyrir ykkar innlegg. Ég get tekið undir það bara allflest sveimir þá. Það nefnilega dálítið vandræðalegt hvað við erum oft sammála á sama tíma og við tökumst ótrúlega mikið á. Ég ekkert viss að fólk átti sig á því. Mér langar að nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá vil ég nefna þann samskiptasáttmála sem að við gerðum í upphafi kjörtímabils. Fyrir mig sem að koma inn í pólitík undir þessum kringumstæðum, þá var það alveg einstaklega gott að fá að setjast niður í þessum hópi sem hér situr og ræða saman það hvernig við viljum eiga í samskiptum og hvernig við viljum ekki eiga í samskiptum. Og mér fannst það setja tóninn inn í það umhverfi sem ég var að koma og mér fannst það skipta alveg svakalega miklu máli. Ég man ekkert endilega nákvæmlega hvað stendur í honum núna því það var eiginlega meira ferlið við að gera samskiptasáttmálann og siðareglurnar sem skiptu mig að minnsta kosti máli heldur en nákvæmlega orðalagið sem varð á endanum til. Ég tel að þetta sé eitthvað sem ég vona að sem flestir nýti sér. En mér langar að fara í smá hugrenningu. Stærstu pólitísku ákvarðanir sem eru teknar þessar mundir tengjast viðbrögðum við heimsfaraldrinum. Hér á Íslandi hefur almenningur reglulega fengið upplýsingar frá sérfræðingum sem hafa með opinskáum hætti upplýst þjóðina staðreyndir, vangaveltur sínar og sagt óhygga að þau muni gera mistök og erfitt sé að vera fyrirfram hvað sé réttast að gera. Þetta tónu nú inn í eitthvað af þeirri umræðu sem við höfum átt einmitt hér. Sóttvarnalæknir segir opinberlega frá sínum ráðleggingum til ráðherra og ráðherra kynnir í framhaldinu sína ákvörðun. Í kjölfari fer fram ýmis umræða áhrif umræddra ráðstafana til dæmis á frelsi einstaklinga, stöðu fyrirtækja, rétt viðkvæmra hópa og svo framvegis. Niðurstaðan af þessari umræðu sú að við vitum og skiljum öll að málið flókið. Í aðdraganda hins vegar flestra pólitískra ákvarðana þá málið ekki háttað með þessum opinskáa hætti. Stjórnmálamenn fást til sín á lokaða fundi sérfræðinga, afla gagna, fá fram sjónarmið ólíkra hagsmunahópa og í kjölfari kynna þeir bæjarbúum nú eða þjóðinni sína ákvörðun. Það væri fróðlegt að vita hvernig okkur liði þessa dagana ef að venjulega leiðin í upplýsingagjöf hefði verið valin til almennings á þessum tíma heimsfaraldurs. Heilbrigðisráðherra hefði einfaldlega setið lokaða fundi með þríeykinu og öðrum sérfræðingum og birst síðan í viðtölum og tilkynnt almenningi ákvörðun sína. Þó svo það sé sannarlega ástæða til þess að haga upplýsingagjöf í tengslu við heimsfaraldur með þessum hætti þá flækjast hlutirnir í minnumálum. Staðreyndin sú að flestir hafa ekki tíma til að setja sig inn í öll pólitísk mál, kynna sér öll gögn, ólíka hliðar mála, áhrif þeirra og ólíka hópa og taka síðan upplýsta afstöðu. Þess vegna kýs fólk sér fulltrúa eins og okkur sem situr hérna í bæjarstjórn Akureyrar. Fulltrúa sem að kjósendur hafa trúað að muni vinna að heilindum fyrir samfélagið og byggja ákvarðanir sínar á sambærilegum hugmyndafræðilegum grunni og við sjálf. Svo treystum við reyndar á fjölmiðla líka sem fjórða valdið til að hafa aðhald með þeim sem völdin hafa og treystum því að fá upp á yfirborðið allra mikilvægastu álitaefni. Eða hvað?
Einhvern veginn það upplifun ansi margra að leikurinn og leikritið í kringum stjórnmálun og umfjöllun stjórnmál þróist í einhvers konar samsuðu af orðaskilmingum, leiðigjörnu þrasi, brotakenndum upplýsingum, upphrópunum, einföldun og flóknum málum, óljósum málflutningi, grípandi en óupplýsandi fyrirsögnum í fréttum og umræðu á samfélagsmiðlum. Þessi ógirnilega blanda verður til þess að útkoman virkar eins og eitt allsherjar kjaftæði sem fæstir hafa áhuga á og enn færri hafa áhuga að taka þátt í. Við vitum öll að það þarf að breyta ykkur. Við erum ekki alveg nákvæmlega viss hverju á að breyta eða hvernig það sé best að gera það og inn í þann vanda blandast auðvitað óstjórnlegur ótti við breytingar sem gerir það að verkum að við eigum ofta til að festast í hjólförum sem við erum einfaldlega ekki sérstaklega sátt við að vera í. Það hægt að prófa svo margt. Það hægt að prófa íbúasamráð, bæta upplýsingagjöf, vinna betur og meira saman, reynt persónukjör, eflt fjölmiðlalæsi og gagnrýna hugsun, sýnt almenn heilindi, sett fram siðareglur og fylgt þeim jafnvel. Við getum horft til lengri tíma en kjörtímabils, við getum talað saman af virðingu, við getum farið upp úr pólitískum skotgröfum. Við gætum svo ótrúlega margt, sérstaklega við þorum að prófa okkur áfram. Við verðum að þora að halda áfram að prófa og leita nýrra og skilvirkari lausna og ég tel að við þurfum ekki að vera svona ofboðslega logandi hrædd við breytingar. Ég tel að við þurfum jákvæðni og hugrekki og kjark og samstöðu nú sem aldrei fyrr. Við þurfum að koma í veg fyrir að ójöfnuður aukist í gegnum kreppuna, vernda viðkvæma hópa sérstaklega og setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Á sama tíma ég algjörlega sammála því sem kemur einmitt fram í samstarfssáttmála okkar að við eigum ekki aðeins að pakka í vörn. Við þurfum að blása til sóknar og leita nýskapandi lausna. Ég ofboðslega stolt af því að vera þátttakandi og hluti af þessum hóp sem bæjarstjórn Akureyrarbæjar sem þorir að prófa. Það ekkert víst að það klikki, en ef það gerir það, þá höfum við að minnsta kosti hugrekki til að prófa og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóley Björk að það þess virði að leggja sig fram og sjá hvort að við getum gert betur. Almenningur á einfaldlega rétt á því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem fleiri hafi ekki hvað sér ljóst, þá vil segja þessari umræðu lokið og næsta dagskrá liður númer 9, það fjárhagsstaða Akureyrarbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú kannski ekki vera að lengja málið í umræðinu sem að hér var áðan samstarfssáttmálann, en ég náttúrulega mun hér á eftir fara að segja við fjárhagsstöður okkar, en ég langar bara til að taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem að hrósuðu forseta bæjarstjórnar fyrir hennar inngang í þessu og þakka líka þeirra umræðu sem áttu sér stað. Ég vil líka vísa til þess að bæjarfulltrúi Sóley talaði að meirihlutinn hefði sýnt ákveðið hugrekki, en ég ætla líka að koma því á framfæri að ég ber afskaplega mikla virðingu fyrir minnihlutana fyrrverandi sem að var tilbúin að takast á við þetta verkefni með okkur. Það er okkur mikilsvert og það er samfélaginu mikilsvert. En ég ætla hér í dag þess að fjalla fjárhagsstöðu Akureyrarbæjar svona út frá þessu sem við erum að takast á við og ætla bara að byrja hér þá mál mitt. Óhætt að segja að ákvörðun allra flokka í bæjarstjórn Akureyrarbæjar að taka upp meirihlutasamstarf í bæjarstjórn þetta kjörtímabil hafi vakið verðskuldað athygli. Sú staða sem komin upp í þjóðfélaginu og í rekstri sveitarfélaga á sér ekki fordæmi og það er mat okkar bæjarfulltrúa að mikilvægt sé að snúa bökum saman í því verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Eins og ég sagði áðan fór hér áðan fram góðar umræður þetta samstarf okkar, en ég mun horfa í máli mínu á þetta út frá fjárhagslegu stöðu sveitarfélagsins og þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. En hversu stórt er verkefnið? Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í liðinni viku kom fram í ræðu framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga efasemdir sjálfbærni í rekstri sveitarfélaga og bent hann meðal annars á að sveitarfélög í landinu hafi verið rekin með halla í 20 ár af 25 árum á tímabilinu, hafa verið og verða rekin með halla í 20 ár af 25 árum á tímabilinu 1998 til 2022. Þetta kom okkur bæjarfulltrúum hér á Akureyri ekki opna skjöldu, því á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga fyrir 2 árum kom fram að nokkur sveitarfélög, þar með talið Akureyrarbær, teldist ekki sjálfbær í rekstri. Var greiningin meðal annars byggð á afkomu, þróun og aldurssamsetningu íbúa og þjónustu þörf. Þá er skemmst að minnast þess að á liðnu ári gerði eftirlitsnefnd með reikningsskilum sveitarfélaga athugasemd við að rekstur A-hluta hefði verið undanfarin ár rekinn með halla
og þó svo að Akureyrarbær hafi uppfyllt þau skilyrði sem sett eru fjármál sveitarfélaga rekstur A og B hluta á hann sé í jafnvægi, þá töldu þeir rétt að gera athugasemdir við þessa niðurstöðu. Það hefur því verið okkur bæjarfulltrúum ljóst að mikilvægt væri að snúa þessari þróun við og við gerð fjárhagsáætlunar síðastliðið haust þegar fyrir lá að verulegar launahækkanir væri í kortunum með svokölluðum lífskjarasamningum var einboðið að við þyrftum að fara ofan í saumana á rekstri og full samstaða var innan bæjarstjórnar þá að fara í þá vinnu á yfirstandandi ári, velta við öllum steinum og stefna að sjálfbærni í rekstri. Þarna vorum við vísa ekki farin að tala þetta nána samstarf eða þennan nýja meirihluta sem nú er komið á, en við vorum sammála það að við þyrftum að snúa bökum saman strax við fjárhagsáætlunargerð 2020. En svo kom COVID. Já, svo kom þessi veirufjandi sem breytti stöðunni. Nú eru verkefni okkar bæjarfulltrúa ekki bara það að takast á við sjálfbærni rekstrar, heldur ekki síður það að takast á við afleiðingar COVID. Strax í upphafi COVID-faraldursins tókum við bæjarfulltrúar höndum saman, funduðum reglulega, fórum yfir stöðuna og tókum sameiginlegar ákvarðanir. Ákvarðanir eins og að auka vinnuframboð bæjarins, bæði á vettvangi vinnuskólans sem og í sumarvinnu fyrir skólafólk, taka inn starfsfólk í tímabundið störf í samstarfi við Vinnumálastofnun, auka fé til markaðsátak innanlands, svo dæmi séu nefnd. Voru ákvarðanir sem allar voru teknar í fullu samráði og samvinnu allra bæjarfulltrúa. Í upphafi var okkur ekki, frekar en öðrum í heiminum, ljóst hversu lengi þetta ástand myndi vara. Engu að síður voru teknar stórar ákvarðanir sem miðuðu meðal annars að því að halda úti atvinnu, sérstaklega meðal ungs fólks. Fljótlega var þó ljóst að áhrifin á tekjur myndu líka hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Útsvar stefndi og stefnir í að verða nokkuð lægra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Tekjur frá jöfnunarsjóði hafa dregið saman og hafnarsamlagið hefur orðið fyrir verulegu tekjutapi. Þá höfum við orðið fyrir tekjutapi víða í stofnunum sveitarfélagsins og nægir þar að nefna Hlíðarfjall og Sundlaug þar sem lokanir höfðu veruleg áhrif á rekstur. Þannig er áhrifin af COVID metin nú á 1,2 milljarð króna á þessu ári og er vanlega áætlað mínu mati og erfitt er að áætla hversu mikil áhrifin muni ná inn á næsta ár eða jafnvel ef maður vill vera svartsýnn næstu ár. Á sama tíma og við erum svo að horfa til tekjusamdráttar, þá eru lífskjarasamningar sem hafa veruleg áhrif á rekstrargjöld, þannig að verkefni það sem við stöndum frammi fyrir í dag er stórt. Á áðurnefndri fjármálaráðstefnu í liðinni viku kom fram að heildaráhrif af COVID eru metin á milli 50 og 60 milljarðar króna hjá sveitarfélögum í landinu. Og út frá því eru áhrif okkar rekstur síst ofmetin þegar horft er til áranna 2020 og 2021. Vissulega er það svo að aðgerðir ríkisins hafa dregið úr tekjusamdrætti sveitarfélaga og ef ekki hefur komið til hlutabótaleið, úttekt á séreignarsparnaði og tekjutengja atvinnuleysisbóta er ljóst að tekjutap sveitarfélaga hefur orðið mun meira. Hvernig þetta allt heldur áfram er erfitt að sjá fyrir. Vinnumálastofnun spáir miklu atvinnuleysi og þrátt fyrir frekari innspýtingu af hálfu ríkisins er mikil óvissa hvernig þróun útsvarstekna mun verða á næstu mánuðum eða á þeim tíma sem við verðum að takast á við afleiðingar veirunnar. Þó ber að fagna því að ríkið er að setja mikinn kraft í opinbera uppbyggingu hér í bæ. Við sjáum flugstöðarbyggingu fara á stað og strax á næsta ári, bygging legudeildar SAK er komin á skrið og stefnt er að uppbyggingu 2 heilsugæslustöðva á næstu árum. Allt framkvæmdir sem eru hjálpað verulega til við að snúa þróuninni við. Hvað sem öðru líður, þá er vandinn stór og sveitarfélög í landinu takast á við stöðu sem á sér ekki fordæmi að mínu mati. Við erum að sjá fram á að tap að yfirstandi ári verður yfir 2 milljarðar króna og fyrir áramót munum við leggja fram fjárhagsáætlun næsta árs þar sem fyrirsjáanlegt er að stór halli verður á rekstri. Vissulega vill maður leyfa sér að vera bjartsýnn og spár gera ráð fyrir að leið og tök nást á veirunni munu samfélagið verða fljótt að taka við sér og hagvöxtur mun aukast hratt. Það er hins vegar mörg efin í þessu öllu saman og fjárhagsáætlun næsta árs sem við stöndum frammi fyrir þessa dagana
alls ekki einföld. En við erum ekki eini í þessari baráttu. Rekstur sveitarfélaga almennt ekki sjálfbær og flest öll sveitarfélög í landinu eru væntanlega með svipaða sviðsmynd. Á fjármálaráðstefnunni voru kynntar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að létta á með sveitarfélögum, meðal annars að auka greiðslu vegna málefna fatlaðs fólks, auka innspýtingu vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga, tímabundna lækkun tryggingagjalds, auk þess sem allir vinna átakið verður framlengt ár. Allar þessar aðgerðir munu hjálpa til en duga engu að síður skammt. Í máli framkvæmdastjóra sambandsins kom fram að mikilvægt væri að huga að því að draga ekki og skarpt úr útgjöldum og auka þannig á vandann og bent var á að sveitarfélög gætu tekið á sig tímabundið högg með lántökum. Já, að taka lán. Í bæjarstjórn á liðnum árum höfum við tekið umræðu fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins og höfum að sjálfsögðu horft á hana með mismunandi gleraugum. Hvað sem okkur kann að hafa fundist það hins vegar mjög jákvætt að skuldastaða sveitarfélagsins góð. Skuldaviðmið 73% í lok síðasta árs sem langt undir þeim fjárhagslegu viðmiðum sem settur í lögum en þar kemur fram að hlutfall skuldaviðmiðs megi ekki vera hærra en sem nemur 150%. Þá má geta þess að hlutfall þetta betra hjá okkur en hjá flestu þeim sveitarfélögum sem við berum okkur gjarnan saman við. Sveitarfélagið stendur því vel að vígi til lántöku. Við getum því auðveldlega brugðist við með lántöku tímabundið til að draga úr þeim þrengingum sem við erum að sigla í gegnum og mæta fyrirsjáanlegum halla á rekstri. En hins vegar hverfur vandinn ekki frá okkur, ekki frekar hjá öðrum sveitarfélögum og það markmið okkar allra að ná fram sjálfbærni í rekstri. Slíkt næst ekki með að taka lán á lán ofan, heldur verður líka að horfa til þess að draga úr kostnaði, auka tekjur og eins og ég sagði hér í upphafi að velta við öllum steinum. Já, ágætu verkefni sem við stöndum frammi fyrir afar krefjandi sem felst meðal annars í því að takast á við áhrif COVID á rekstur og Guð má vita hversu lengi þau áhrif vara. Miklar launahækkanir og tekjufall. Til lengri tíma þarf svo að stefna að sjálfbærni í rekstri A-hluta og rekstrarins í heild. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, í samstarfssáttmála sem hér var til umræðu áðan eru línurnar lagðar og þar erum við bæði að horfa til skemmri og lengri tíma. Ég sannfærður að okkur mun takast með góðu samstarfi að sigrast á því verkefni sem við stöndum frammi fyrir og skilja sátt við verkefni okkar í lok kjörtímabils. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, nú verð ég að bregðast við. Nei, ég bara grínast. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Guðmundi, formanni bæjarráðs, fyrir bara mjög góða ræðu, þar sem hann tók þetta mál allt saman mjög vel saman og gerði góða grein fyrir því. Og ég hef bara ekkert fleiri máli að segja, bara takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Það greinilega fleiri á sama máli, enginn hefur kvatt sér hljóðst og segir þessari umræðu lokið og þá koma síðasta liða dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, vinna við fjárhagsáætlun stendur sem hæst og óðum líður að því að áætlunin verði tekin fyrir í fyrri umræðu hér í bæjarstjórn. Við þessa vinnu höfum við verið að vinna meðal annars, ekki einungis bara starfsfólki heldur höfum við einnig fengið til liðs við okkur ráðgjafarfyrirtæki Strategíu og munar það að mínu mati miklu það skipulag og það sýn sem við höfum fengið frá þeim ráðgjafanum þetta viðamikla verkefni. Frá síðasta bæjarstjórnarfundi þá höfum við átt nokkra krefjandi fundi með heilbrigðisráðuneytinu vegna flutnings- og öldrunarheimilana yfir til HSN. Þótt vel gangi þá verður að segjast að þetta eru mjög flóknar samningaviðræður og það ekki mikill tími til stefnu. Nokkra daga miðjan september átti Guðmundur Jósepsson ráðgjafi upplýsingatæknimál samtal við stjórnendur og starfsfólk Akureyrarbæjar þau margvíslegu kerfi sem notuð eru hér og þar í bæjarkerfinu. Það mikilvægt að við skerpum fókusinn hjá okkur á þessu sviði og mörkum okkur skýra stefnu. Akureyri á að vera leiðandi á sviði upplýsingatækni og stafrænna lausna til lengri tíma litið það bæði hagkvæmt og skynsamlegt. Þriðjudaginn 29. september var
áætlunin að taka þátt í netráðstefnu á vegum Northern Forum þar sem meðal annars skyldi rætt sjálfbæra þróun og stöðum kvenna á norðurslóðum. En því miður urðu Rússarnir fyrir tölvuárás og því fór öll umræðan meira og minna í handaskol. Það gengur bara betur næst. Miðvikudaginn 30. september var undirritaður nýr samningur við Vodafone alla símaþjónustu hjá sveitarfélaginu og ánægjulegt að greina frá því að kostnaður af þessum samningi umtalsvert lægri en áður var. Þá var fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga haldin 1. og 2. október og þar flutti ég á föstudeginum erindi breytta starfshætti sveitarfélaga í stafrænu umhverfi framtíðar og þá hröðu þróun sem orðið hefur á starfsháttum okkar í kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 11., 16. og 24. september. Bæjarráð 17. september og 1. október. Frístundaráð 30. september. Fræðsluráð 21. september. Skipulagsráð 23. september. Stjórn Akureyrarstofu 17. september. Umhverfis- og mannvirkjaráð 8., 11. og 18. september. Velferðarráð 16. september. Og þessar fundargerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:04 og takk fyrir góðan fund og ég bara segi höldum persónlegar sóttvarnir í heiðri, allir saman. Erum við